Verið velkomin. Við erum tveir loðnir og velkomin í hrekkjavöku þáttinn okkar. Komið í sæl. Já, verður sæll að blessaður, Óskar minn. Halló. Hvað segirðu gott? Bara alltaf fína. Hauki. Jú, talandi komið í sæl. Já. Vissir þú að nýjasta tækni og vísindi væri Já. berið aftur? Nei, ég vissi það ekki. Er að taka upp? Já. Ok, já, eins og ég var að segja, vissir að nýjasta tækni og vísindi væri berið aftur? Ha? Já. Bara á ríkisvarpinu? Já, í alveg talað sko. Eða allan í fyrra. Og það er komin 4-5 þættir held ég. Já. Það segir ég að ljúga. Og fyrst þátturinn fór ég að taka viðtal við komið í sæl. Nei. Kallinn. Já, Í alvöru? ég sverða það sko. Þú ert að ljúga mér. Nei, þetta var magnað sko. Nú ert að plata mig. Nei. En, Óskar minn, Já. hvernig er vikaðin búin að vera? Vika mín, hún er búin að vera ansi spooky. Já, það. Já. Spooky. Spooky á þann hátt að ég er bara búin að vera vinnandi. Já. Og veistu hvað ég er að fara að gera á laugardaginn? Nei. Ég er að fara að taka yfirvinnu. Ha? Já. Er svona mikið að gera? Það er náttúrulega bara búið að vera crazy bara síðan COVID byrjaði. Það var bara búið að vera ennþá meira crazy heldur en áður sko. Já. Og það var að breyta allir húsina innan. Betur bæta, gera allt betur, gera allt flott, gera allt betur. Og svo framvegis. Og já, helgina ætlum við basically að færa hluti til og frá og þetta er bara eitthvað svona dundur. Já. Ok. Og svo bara það er svo mikið að nýju skemmtilegu fólki byrja að hlusta. Hæ, Óskar heiti ég, Chris Böggu við hliðina mér, á móti mér og bara gaman að hitta ykkur. Já, bara gaman að við séum í ykkar eyrum. Já. Já. Fylla í eyrnar hólurnar. En ef ég á að fara í vikuna mín, Óskar. Ég ætla einmitt að fara að spyrja. Já. Hvernig er vikan þín búin að vera? Vikan mín búin að vera viðburðarík. Nú, Nice. Ég bara búin að vinna, að tala minna. Já. Var að vinna til dæmis alla síðustu helgi. Nice. Og við vorum með, það var sérst afmæli, við vorum að halda upp á afmæli í Tiger. Já. Í Flying Tiger Copenhagen. Já, voru þarna dönsku vinniðin að koma. Þeir komu líka, eftir helgina. Það voru eitthvað hittari. Og það hittar, ég reyndar hitti þá ekki. Nei, já, það var svona higher up. Já, Okay, ég veit ekki af hverju ég hitti þá ekki, þeir bara koma akkurat þegar ég var nýfarin. En aftur á móti, það var helgina, þá vorum við með, kom svona kall. Kom kall. Það kom kall. Það kom reyndar ekkert svona kall, en það kom blöðrukall. Já. Og ég fekk tölupóst þetta allt saman, bara kemur hérna trúður og gerir blöðrudýri, bara nice, trúður, nice. Það kom ekki trúður, það kom kall. Það kom bara kall. Já, kom bara kall, setti svona upp blöðrudæmi og svo kom hann daginn eftir á laugardeginum og bjó til blöðrudýr. Já. Og ég var bara viðstættur það að því að ég bara gátt að vera þetta líka og sjá allt gerast og fagna með öllum og gefa krökkum svona sverð, blöðrublóm og hunda, man kann að gera hund. En var hann aldrei í búning? Hann var ekki trúður. Var það bara gamall kall að búa til blöðrur? Já, gamall kall að búa til blöðrur og það var bara mjög gaman. Og svo í dag, Óskar minn. Já. Í dag gerði svolítið. Hvað gerist? Þjófur. Nei. Jó. Ég spottaði þjófun og hann var að stela nammi. Var að stela nammi og ég sá það. Tígranammi. Hann var að stela tíu nammi og 10 slikk. Ég held að þessi nammi. Ok, ekki sleikjó. Ég hugsa sleikjó. Sleikjó er slikk, sko. 10 slikk. Og hann var að stela hann nammi og svo er hann að labba hann inn í búðina og ég svona fylgist með honum aðeins. Svo bara er ég komist bara fastur, bara stóð í hurðinni.
bara og horfði á hann og hann labbaði tilbaka og var að tína úr vasanum og svo fór hann eitthvað kom hann með eitthvað svona leikþátt kom með svona rosalegan leikþátt bara what's the price on this ég bara förum, tjekkum bara kassanum og við förum saman að kassanum og aðtöfum verðið og sem betur fyrir var annar starfsmaður sem fór baku kassan og tjekkaði verðinu og svoleiðis og svo bara gönnar hann út bara hleypur út, bara fyrir út hlæjandi og það fór svona í taugarnar á mér ég trúi því það var bara, svona, ég var pirraður ég var í inniskóm ég kastaði af mér inniskónum hljóp bara eftir honum bara sprettaði eftir hann, greip í hann og skilaði þessu shit, wow, ég hefði verið hrættur maður og hann ég veit þú ert með í eitthvað í vasanum og ég séð það þarna í vasanum þínum og svona stóð svona aðeins upp úr og ég bara, láttu mig hafa þetta núna fuck og hann bara, já, ég skal láta hafa þetta ég bara, láttu mig hafa þetta núna shit ég nenn ekki að hringja á lögguna já það er bara eitthvað leiðilegasta sem ég ger er að bíða með þjóf og lögreglunni bíða eftir bara með þjófnum eftir lögreglunni já, hefur það gerst? Já, það hefur gerst Sjælir Já Ertu bara Detective Kristbergur? Er security guard Kristbergur í Flying Tiger Copenhagen Wow Já, en já, ég stend þarna með honum og hann og lætur mig loksins hafa það sem hann var eftir í vasanum eftir svona 2 mínútur ég ríkjalt honum 2 langar mínútur 2 langar mínútur og hann lætur mig hafa þetta og ég bara læt hann fara ég bara nenn ekki að fara með hann niður og fara með hann bakvið og býða til löggunni og bla 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 fyrir 500 kall eða eitthvað einmitt. En sem betur fyrir var fólk sem var að labba hana að hringja á lögguna ok og mér fannst það gett cool að það var bara einstaklingur að hringja á lögguna meðan ég var að halda honum ok, wow, vel gert já, þannig að ég bara sleppt honum og ég svo bara gaf ég honum bara thumbs up og ég labbaði, gaf gæjanum sem bara hringja á lögguna ég var ekkert bara vel gert þjófur náðu þér gengur betur næst já, ég gerði það ekki en þetta var svona þetta bara gerist núna áðan í dag damn og ég skal segja það, þetta er adrenalín rush ekki trúa því já, hjartað þetta fer á fullt og ég hef gert þetta nokkru sinnum já, og ég hef hlaupið eftir fólki nema ég er alltaf inni sko já. Og það er svolítið erfitt að hlaupa inni sko það er bara held ég ekki hægt það er bara rosalega erfitt en ég þarf alltaf að sparka þeim af mér sko ef ég á að hlaupa út eftir einstaklingi en ég hef alveg þurft að slefti að hlaupa út eftir með því að bara standa í hurðin eins og dyravörður sko þá bara hvað með þetta, ég veit og tókst eitthvað ég nenni ekki þessum, ég nennus ekki mér finnst þetta ekkert gaman vesen er svo leiðilegt já, nákvæmlega það þurfa að standa í því og pæli í því og hangi í því já, þannig að ég nenni ekki að sko, jú, það er rétt að protokollið er að hringja á lögguna, að fá lögguna til að taka skýrslutöku, það tekur bara 3 klukkutíma af minni vinnu nánast wow. að bíða eftir lögreglunni bíða eftir lögreglunni, fara í skýrslutöku og svo aðeins að pústa já. Það fá mér eitt kaffibolla og koma mér aftur á stað það gæti tekið alltaf 3 tíma menn þetta tók mér kannski hálf tíma fekk mér svo eitt kaffibolla og held svo að fara að vinna já. En Óskar minn mér langar að spyrja meira já, spurðu þú lendið því svo oft áður, segir já, nokkur sinnum, já og þá er alltaf lendið því bara að hanga niðri og býða til löggunni eða eitthvað bæði og ég hef gert farið þá leiðina farið með manneskjuna niður hún fæ sér sæti, ég fæ mér sæti ég er að býða, svo kemur löggan og löggan kemur að tala við einstaklingin og svo kemur löggan að tala við mig og einstaklingur fær að fara svo er spurt, ef þú vilt leggja fram kæru þá gerur það bara eitthvað tíman eitthvað bla 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 ég er bara, ok Hefur einhvern veginn lagt fram kæru? Nei, væri það ekki frekar ef hann hefði meitt þig eða eitthvað? Já, sko, þá myndi ég persónulega leggja fram kæru, en þetta var þjófnaður í verslun, þannig að verslunin getur kært einstaklingin fyrir þjófnað en það er náttúrulega bara málaferli og vesen já. Og eins og þú talar held ég síðast að þetta að þar síðast að
þá nennir þú ekki vesen ég nenn ekki vesen og ég nenn ekki vesenni heldur og þetta er bara meiri pappilsvinna, meira vesen ég vil frekar snúa með einhverju öðru þessi einstaklega má ekki koma hingað inn punktur, basta, banna, að breyta og er það bara, fer það yfir á allar hérna nei, hann má fara í Smáralind og Kringluna hann má bara ekki fara í mína búð ef ég er að vinna í minni búð og hann kemur inn, þá fer hann út ég segi bara, ússi og svo hef ég bara gert það þannig bara staðið í hörðinni, hort á einstaklingin kottum mitt út úr I don't end this ég er ekki með netti vasan að menna bara ég sá þig setja dótið í vasan komdu bara með það bara ég nenni ekki að hringja á lögregluna og fá hana í þetta mál ég vil frekar þú bara láti mig hafa allt sem hún tókst og farir og komir aldrei hingað aftur Þetta er rosalegt Svona er þetta svona er að vera businessman Hvað fær maður, þú veist, áritin skýrðu Áritin? Ég hef bara lent í sko ef það gerist þjófnaður í running þá er það meira svona miðjanótt svoleiðis dæmi en ég einu sinni lenti bara í síðustu viku held ég það var bara gæi sem leit út eins og Þór í Marvel myndunum og hann bara eitthvað heyrðu hérna bara skilur ég var að kaupa þetta skilur en hérna ég var að pæla hvort að ég mætti gera eitthvað núna og borga þetta seinna og ég bara svona og eitthvað, ég er búin að tala við sölumann og hann sagði að þetta væri ekkert máli og ég bara svona nei, ég get ekki leyft þér að fara sko og hann bara bla 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 eitthvað og bla 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 en sko, þetta er auðvitað leiðilegt og býr bara til óþægilegt andrúmsloft líka fólk í kringum ég mann verður bara ég hef haft gæja öskrandi eirað á mér og svoleiðis en ég held að þetta umræðni sé kannski betri, bara tölum þetta bara seinna þetta er gott topic og þetta er vandamál þetta er sko vandamál en Óskar minn, ertu tilbúin? Já Þú ert tilbúin, er Kristbjörgur tilbúin? Já Hrekkjavaka er farin að vera fastur liður hjá Íslendingum. Börn og fullorðnir eru farin að halda upp á hrekkjavöku. Þessi hefð á það til á fólk til með að klæða sig upp fyrir mismunandi tilefni og skemmta sér. Hins vegar er hrekkjavaka ekki vandamálalaus. Til dæmis hræðsla, hættulegt nammi, trúðar og óhófleg drykkja. Sumir verða hræddir á tímum hrekkjavökunar vegna skreytinga, búninga eða hrekkjalóma. Nammi getur líka verið hættulegt og verið skaðlegt börnum. Trúðar. Mjög margir glíma við óviðráðanlega trúðahræðslu. Hræðsla, hættulegt nammi, trúðar og óhófleg drykkja eru bara brot af þeim vandamálum sem eru til staðar á hrekkjavökunni. Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og erum 2 loðnir. Yes! Það var geggjað. Velkomin í hrekkjavöku þátt 2 loðna. Já, Halloween Special 2. Já, við töluðum fyrir árið síðan hrekkjavöku. Mikið rétt. Við vorum svolítið seinir í fyrra. Já, við vorum viku eftir. Já, eitthvað svo leys. En núna erum við undirbúna okkur fyrir hrekkjavökun. Já. Og Óskar minn. Já. Það fylgja mörg vandamál hrekkjavökunni. Já, algjörlega. Og bara hún er ekki vandamálalaus. Nei. Og hvað gerum við því eins og ef þú ert með grasker og skerða vitlaust? Hvað gerum við því? Þú þarf að köpa nýtt grasker. Nákvæmlega. Fólk veit þetta ekki. Nei. Fólk bara það lendir í vanda og þegar það vandar statt, hvert leitar þá? 2 loðnir. Nákvæmlega. Eina lausnin. Óskar. Já. Ég nefndi nokkur atriði þarna.
Þú nefndir mörg atriði. Ég nefndi mörg atriði. Já. Og það er vandamál, það er hræðsla. Það er ekkit allir sem er að fíla hrekkjavöku. Nei. Og eru jafnvel hræddir við komandi tíma. Já. Hvernig, Óskar minn, kemst maður hjá því, bara kemst maður hjá hræðslunni? Bara komast hjá því að vera hræddur? Já, bara, sko, allan á þessum tíma. Ég skal segja mína reynslu þegar ég, er bara hræddur yfir höfuð. Já, hvað gerir þú þá? Ég kveiki á 25 ára gamla leik sem heitir Yoshi Story. Yoshi Story? Já. Þannig að litla sæta risaðalan úr Super Mario. Já. Þá ég átti til að ef ég var að spila einhver trillisleik eða horfa trillismynd eða bara eitthvað svo leis, þá kveikti ég þessum leik því að þarna leikur bara svona Yoshi Baby og er bara lítil sæt risaðal að labba einhverja sæta heima og borða ávöxti. Og krútlið tónlist og þeir eru eitthvað dansandi. Já, það er svona eitthvað svona feel good. Já, eitthvað bara lítið og fallegt. Já, nákvæmlega. Horfðu á kærleiksbyrnina eða eitthvað. Já. Er það ennþá dót sem að fólk horfður á? Nei. Kærleiksbyrnir. Ég sá alveg heila 3 þætti. Þeir voru geggjaðir. Ég er svona bara cool. Þú ert geggjað cool. En já, sástu 2 þætti? Já, og þið leiði bara vel. Já, mér leiði vel sko. Og síðan líka Tailspin og eitthvað. Já. Hvað er það? Það er geggjaðir þættir á Disney. Já. Sko, Barnalegt, það er að segja. Já, það er auðvitað að fara eitthvað svona ánægjulegt, eitthvað barnalegt. Já, Pétur Pan eða eitthvað. Já, eitthvað svona strumparnir allavega. Já, stubbarnir er svolítið svona. Það er fyrir taugarnar á mig, sko. Það er líka bara, það er svona skeri, sko. Maður veit ekkert hvað þeir eru að hugsa. Nei. Maður veit ekkert hvað þeir eru að hugsa. Þeir eru bara, nú er stubbastund. Þeir eru bara ég bara, hvað er þið að gera? Hvað er stubbastund? Svo er eitthvað barn nú er stubbastund þessi þættir, já, það er ekki horfa á þá. Nei, þetta gæti verið hryllingsmynd, sko. Já, í rauninni. Það gæti verið bara conspiracy. Já, það er svona conspiracy, það er hægt að fara út í það, sko. Já, við erum ekki að fara út í það nú. Ég mann ekki alveg, en það er sko alls konar conspiracy theories með stubbana, sko. Já, ég trúi því. Bara margt í störfing. Ég trúi því. Já. En það sem ég myndi gera, ég myndi bara, ef ég var hræddur við hrekkjavöku, sem bara, október, ekki minn mánuður. Bara, mér er illa við það sem er í gangi, mér er illa við zombies, skeletons, skeleton, eða beinagrindur eins og á góðri íslensku. Ég myndi bara flýja land. Ég myndi bara fara spánar. Það er alveg, nei, ég veit það ekki. Ég held ekki. Nei. Ég veit það ekki. En googla alla hana. Ég elskar hvernig við að sjúma allir vissi hvað var að tala um. Ég myndi googla hvar er ekki hrekkjavaka haldin. Nákvæmlega. Og þá myndir þú fá lista af, náttúrulega við tölum tækni síðast, og bara googla þinn vinnur. Já, þú bara leitar hvar er ekki haldið bara hrekkjavöku. Þess vegna Rússland. Það er samt ekki eitthvað, jú, það er bara frábært land til að ferðast til. Já, örugglega. Og til að komast þegar því var hræddur. En bara flýja land. Flýja land, svo er Vestmannaeyjar. Vestmannaeyjar, já. Já, það heldur enginn bara Hrekkjavöku Vestmannaeyjum. Það heldur enginn upp á neitt í Vestmannaeyjum. Nei, bara þjóðatíð. Bara þjóðatíð. Já. Jólin eru, Nei, ég veit ekkert með það. En allavega fara í sumarbústað. Jú. Fara frá öllu hrekkjavökustúsinu. Hins vegar náttúrulega gerðu slæmir hlutir í sumarbústað í Friday the 13th. Já, var það á hrekkjavökunni? Það var svo sem ekki á hrekkjavökunni. Það var föstudaginn 13. Já. Sko þá bara ferði, ef það kemur föstudaginn 13. í október. Ekki fyrir sumarbústað. Skoða dagatalið. Skoða þetta, og googla bara. Ég er alveg handviss, það er einhver löndan úti sem veit ekkert hvað hrekkjavakan er. Hvað samt gerir maður? Grænhöfðaeyjar. Já, það er ekki neinn hrekkjavaka þar. Er það einhverstaðar í Danmörku eða? Nei. Ég veit að það einhverja eyju þarna í Skandinavíu sem að er með danska fánan nema krossin er græn. Já. Það er eitthvað lítið. Það er eitthvað svona einn kall. Ég búið á þessa eyja, já. Ég er ríkisstjórn
Þetta er Danþjóð. Danþjóð. Já. Vandamál, Óskar. Já. Þú, við vorum að spjalla með það. Já. Þú komst með svona, spurðir mig, eða sendir til mín bara velja búninga. Já. Hvað maður getur ekki ákveðið hvað búning maður var í? Nákvæmlega. Það er svolítið spes. Erfitt. Hvaða leið ferð þú ef þú veist í hvað átt að vera? Mitt go-to er Dress to Kill, það sem er jakkaföt og kiss make-up. Það er bara super simple og ég meina ef þú átt bókstafleikin eitt með dettur í hug klósipapír getur vafanum þig allan. Og það verður svona múmía. Já. Síðan getur verið sexy eða þú ert ekki í neinu undir og ert að labba niður í bæ og það byrjar að rigna. Er það sexy eða? Já, þá verður klósipapír blautur og byrjar að svona það er örugglega bara hundleiðilegt, Óskar. Nú ætlum ég bara að skjóta þessa hugmynd bara niður hér og nú. Af því að mér finnst það ömurleg hugmynd. Það er bara sexy zombie eða sexy múmía. Hver eru vafningurinn? Hann blotna. Hvað ertu það núna? Ég er bara nakin. Ég er naktikallinn. Naktikallinn. Sko, ok. Þeir búið bara í partí á morgun. Bara, hei Óskar, partí maður. Halloween partí maður. Þú er bara, já, ok. Þú getur ekki verið Dress to Kill. Hvað ætlar að vera? Og ég má heldur ekki vera múmía. Það er ekki að vera, ég skauta neður, nei. Já. Þú getur verið múmía en ekki þú ert ekki verið nakin þú ert ekki sexy múmía, skilur. Nei. Gæti náttúrulega bara púla að vera mafjósi eða eitthvað. Mafjósi. Þá myndi ég veit ekki, greiða hárið bara sleikt aftur á bak, fara í þannig svörtu skýrtina mína með hvítu palmatrjánum. Já. Og fara í einhverja þröngu gallabuxur og ef ég finn einhverja dótabissu þá myndi ég setja henni í rassvasan. Já. Og verið með bók. Bók? Eru mafjósar með bók? Já. Hvernig gæti ég gleymt því? Ég er alveg bara, ég hugsaði einmitt, ég bara fatt að tengjum núna bara þeir eru alltaf með bækur. Alltaf með bók. Já. Sko, ok, það er margar leiðir. Já. Margar góður hugmyndir. Það er flestir allir hugmynd eða jakkaföt. Já. Trúboði. Já, þú getur í staðan fyrir þetta bindi hana í kragan. Já. Þá getur þú tekið klósipapir og vafa og svona sett hérna, þannig að það lúkki svona þessu prestahringur. Já, prestahringur. Veistu hvað er að tala? Það prestar eru ekki í prestafötunum en eru bara fínir. En eru með svona presta þengið í þeng hvíta, þengið í þeng í hálsmálunni. Já, prestarhingur segi ég frekar svona kransinn utanum hálsinn. Já. Það er trúboði. Já. Votta Jehóva, þeir eru alltaf í svörtum jakkafötum með svart bindi yfirleitt. Og eru super scary og með bók. Já. Og svo þarf maður svolítið að fara í karakter, sko. Jú. Það gerir miklu betra, sko. Ef þú ert bara mátala við þig Jesú Krist. Já. Og þá er það bara, trúboði. Nákvæmlega. Svo ef þú átt ekki jakkaföt, hvað þá? Þá getur þú fengið frakkaföt. Nei. Það er náttúrulega, ég hugsa týnda túristan. Já, það er náttúrulega fyrir þá sem kannski ekki búin að hlusta á þann þátt. Var það Halloween síðast? Já, það var Halloween síðast. Það var Halloween, ég tölum það síðast, já. Þá var það bara cargo shorts, köflótskyrta, reiðhjólihjálmur og hafa kort. Verður með kort. Getur maður keypt kort í dag? Já. Í flestu öllum túristabúðum er þetta að kaupa kort. Svo getur maður alltaf bara verið með Google Maps í símanum eða eitthvað. Það er nýjasta nýtt þeng. Það er magna fyrirbæri. Komið í sæl. Já, það er alveg hægt að finna margar leiðir. Og vera klippa eitthvað út úr pappaspjaldi. Já, getur verið Minecraft-kallinn. Getur verið gamla flutningakassa og mála þá. Já, það er náttúrulega föndur. Það er smá föndur, smá vinna, en búningar sem hafa enga fyrirhöfn, það er alveg hægt að finna eitthvað. Já, þú getur með þess að tekið fötin og rífið í tætlur og þá ertu zombie. Já. Annarkvort finna drullupoll eða make-up. Já. Þú getur farið í kólaportið, fundið eitthvað skrítin föt þar.
Vissir að vera að fara að breyta kólaportinu? Nei, Það var að vera skemmtist ára kvöldin og það á að vera einhvers konar, ég veit ekki hvort þau sé að hætta með markaðsdæmi en þau vilja losa sig við fiskifíluna sem ég veit ekki hvort það sé góð hugmynd eða slæm hugmynd já, og það bara verið að fara nútíma væða kólaporti sko. hvernig þá? Ég man það ekki. Er ég að fara, úst, ef ég fyrir kólaport er ég að fara að sjá fullt af Joe and the Juice Guy að vera að selja vörur eða? Langar í harðfisk 1 kíló harðfiskur og eitthvað, og það er engin fiskifíla af þessum fiski Findu þið? Já, það er engin fiskifíla Og svo bara sinni hjákall og bara, wow, það er bananleikt á hann og svo bara vandaði Metallica ból, vandaði Iron Maiden ból, já, þetta allt saman já, Ég man ekki alveg, það er fréttumönda á vísi eða eitthvað en ok Check it out en já, ég fann eitt búning í kólaportinu Já, var það? Já. Og það var fermingakirtill Já, ég átti einu sinni fermingakirtill ok, bara eitthvað sem einhverja var hættir að nota Jöp. Var það kannski fellin engill? Nei, Nei. Og ég gaf reyndar held í skólanum mínum kirtillinn og séla smá eftir því sko. Já, það er gaman að eiga ennþá fermingakirtill bara ég var að fermast Ég er spáðið að fara í fermingamyndatöku aftur bara Já. Ég var alveg til í, er þetta að ferma sig aftur? Þú getur alltaf, þú mátt ferma þess oft og hægt er sko. Þú mátt með þess að bara skurgla tala við prestiðin og bara Bara endur nýja trúna eða eitthvað maður langar að ferma mig aftur maður Ég er alveg svolítið blankur með það ég þarf eina fermingu bara gef mér bara fermingu maður Alveg bara Það er góða leið til að græða pening skilur við Já, það er það Ágætlega Ég held að þessum búin að leysa hann að vanda Já, búið í dag Trúðar, þeir eru hræðilegir finnst þér það? Nei, mér er alveg sama Er þér alveg saman um trúða? Já, ég hef aldrei Nei, ég tölum ekki um þetta síðast En ég hef aldrei verið eitthvað hrættu við trúða sko. Nei Hvað með þig? Ertu eitthvað Mér finnst Nei, ég er ekki trættu við trúða Kona mín er skítrættu trúða Já Og þessi trúðafóbía byrjaði með að hún fekk svona náttljós Ég var það bara trúður sem var trúður og svo svona þetta kastaði svona ljósi í loftið eitthvað og svo reylaði svona út um allt og það voru bara trúða andlitið eitthvað Ég getur að trúða að sé pínu trúðað Þú trúðir að það geti verið svolítið traumatizing Já, ég hef enga svona fóbíu Nei, var ég búin að engin fóbía Nei Var ég búin að tala um múmíufóbíuna mína Nei, ég held ekki Ertu með fóbíu fyrir múmíum? Það var þegar ég var yngri þá bara pabbi minn var alltaf sko að lifandi vísindi og það voru oft múmíur framan á þeim og mér fannst múmíur bara ógeðslegar þetta tengist líka í Zelda-leikina þá þetta var svona Happy Go Lucky svona stór borg og það er bara geðfalleg síðan ferðu 7 ár fram í tíman kemur aftur í borgina rétt. Og þá er bara borgin í rúst og það er ekkert nema einhverja svona múmíur með ógeðslega svona viðargrímu fyrir andlitinu og svo bara tennur svo ógeðslega sand og eitthvað þannig ég hef alltaf verið hræddur við múmíur bara þannig til ég horfði á þau með mig og fekk sleep paralysis og dreymdi að ég væri í píramída svoleiðis Já bottom line, mér fannst múmíur ógeðslega og þar eru það svo sem ennþá hins vegar munnræpa heimildaþættir á Disney Plus þá er fólk að skoða múmíur grafa þær upp og svona og ef þið finn ekki allar leifarnar af þessari mannesku þá setja þið mismunandi leifar í kassa og það er bara spes kassi með múmíu tippum Já ok og það er bara geimt bara einhvers staðar Já, í einhverjum kofa En aftur með trúðar fóbíur og trúðafóbía múmíufóbía ekki lengur ég hef aldrei skilið svona fóbíu Hefurðu enga fóbíu? Hafðirðu enga áður? Ég hef smá svona raknafóbíu ég er smá hræddur við kóngular en ég get dreipað þær ég er stærri en trúðar hvað á maður að gera? Þú ert að fara rekja okkur ball og það er svona örugglega, ég myndi segja 70% líkur að það sé einhver dauður trúður Kýla hann í framann
virkilega, myndir bara ég hrættur við þig. Taka 2 puta og inn í augun gegnum grímuna. Sko, við erum að tala um það, Óskar, þú ert hrættur við þetta, þú ert ekki að fara upp að þessu og pota í augun. Nei. Ég meina ef við erum að tala um trúin í eitt þá náttúrulega bara, hann tekur þig bara. Hvað gerir? Það, ég er að spyrja því. Já, þú ert ekki að fara að ráðast á trúðin. Ok, erum við að tala um trúð á balli eða Já, bara balli. Þú ert bara að fara, ég var einmitt að segja, ég sagði þú ert að fara á ball og það er 70% líkur á þessi trúður hana. Já, hvað gerir þú? Hvað ætlar þú að gera, Óskar? Við trúðum. Nei, Óskar. Já. Hvaða aðgerð ætlar þú að gera? Ætlar á ballið eða hættur við eða reynir að sniðgangast trúðin, alltaf að fylgjast með honum? Hvernig leysir þennan vanda að það sé trúður kannski á ballinu en þú veist það ekki að því að þú ert hrættur við trúða? Ef við erum ekki að tala um ég sjálfur, ef ég bara random gæi. Já, þú verður ekki svona tregur. Óskar, Nei, þá við erum búin að gera þess að þætti núna mörgum sinn. 52 sinnum. Já. Og mér lýðir sér að tala um stein. Ég er bara sláar og ég er hrættur við hann. Nei. Ég heiti Óskar. Ef ég er hrættur við trúð, þá bara myndi ég ekki mæta á balli. Það er bara Það er eins og þessi talað mínu munni. Nákvæmlega. Vera bara heima og horfa á TV. Já, en þú getur náttúrulega örugglega að fara í ballið en það vart með njósnara. Og sendir vinðinn inn á undan. Já. Herðu, nennir að segja mér hvort þessi trúður hann inni eða ekki. Já, ef það er trúður þá farið bara eitthvað annað. Já. Á næsta ball kannski. Bara bing, bara búm. Vá. Vandamálið, þetta tók ekki langar tíma. Þetta þurfti ekki mikla færingu. Nei. Ég heiti Óskar. Ég er bara ekki að skilja. Ég var svo mikið, út að ég er ekki með trúðahópi. Nei. Þú veist, ég myndi mæta á trúðaball og vera bara sáttur, sko. Við erum náttúrulega leysum öll vandamál. Já, en ég þarf að hugsa aðeins víðar. Þú þarf að hugsa eins og einstaklingur með vandamálið. Þú reyndar þegar ég hugsa það núna, þú gæti farið til Skotlands. Það er trúðaskortur í Skotlandi. Eða Írlandi. Já, það? Já, út af COVID. Það bara engin trúðar, þeir flúðu allir. Þetta er alveg vesen, það er bara skortur á trúðum í Írlandi eða eitthvað. Þannig að þú ert trúður, þá bara ferðið þangað. Það er bara easy money, sko. Írlandi eða Skotland. Eru margir trúðar, svona alvöru trúðar á Íslandi? Hefur þú séð trúð á Íslandi, svona ekta trúð? Nei. Sem er svona með svona blómið hérna sem sprautar vatni og eitthvað. Ekki nema það gamla konan í sjónvarpinu. Gömul kona sem sett á sig trúðanef og var klikuð. Já, nei, stundin okkar eða eitthvað svo leiðis. Eitthvað svo leiðis. Hæ, ég heiti Hitt trúður. Mér finnst það alltaf svolítið óþægilegt. Það fannst mér þetta mjög óþægilegt. Hún er ennþá að þessu. Er hún ennþá trúður í dag? Já. Hún bara getur ekki hætt. Nei. Sumir sem verða trúðar hætt aldrei. Einur svona trúður. Alltaf trúður. Alltaf trúður. Nei, maður sért í en trúður engu. Trúður engu. Já, vandamál, Óskar. Við erum að leysa þau. Og eitt af vandamálum er á Reykjavíku. Já. Er að það er stundum er of mikið bús. Já. Of mikið bús. Of mikið kampavín. Of mikið kampavín. Of mikið bús. Bús. Búið til remix. Og hvernig á að leysa það? Við leystum það svolítið svipað dæmi daginn. Já. Að hafa mömmu. Hafa mömmu sem passur upp að þig. Já. Það hjálpa mjög mikið. Og sem segir bara, hei, stopp, og komið mikið bús. Já. Og ég bara, bús! Já, meira! Meira bús! Nei, ekki meira. Ekki meira. Fáðið vatn. Já. Labbaði smá. Byrjaði bara, ok, ef þú ert mamma og félagin eru búin að fá svo mikið bús og þá getur þú talaði barþjónin og sagt bara, hei barþjón og hann leið, getur þú gefið mér svona 6 skotglös af vatni og hann leið, örglega ekkert mál fá 6 skotglös bara vatn og farið svo bara, hei, strákar vodka skot þá er bara allir, bús og fá sér bara þykjustinni vasklus bara mini vasklus þetta er þetta mjög góð hugmynd sko.
og þá þeir svona aðeins, svo getur held áfram bara fá bara kannski sódavatn Já. með smá sítrónu og bara ég kefti hérna gerum tónikandaðir Takk og bara yfirleitt þegar fólk komið ekki of mikið bús þá finnur það ekki fyrir bræðan á búsinu. Nei, það er svoleiðis. Það er svolítið svoleiðis. Þannig að maður getur fyrir að blekja. Já. En stundum líka þarf maður bara að senda fólk heim. Já. Síðan samt problem sko þegar mamman sem hugsa vel um hann er sama mamman og gefur manni rosalega mikið af að drekka í byrjun. Já. Skilur hvert er að fara? Já, ég skil hvað það fara með þetta. Mamman byrjar á að gefa þér of mikið og svo stoppar hann. Já. Og passar þig. Já. Það er náttúrulega, það er vandamál bara út af fyrir sig, sko. Þetta er mömmu síki. Já, það er mömmu síki, nákvæmlega. Þegar mamman vill verða mamma sem fyrst. Já. Og það tók svona tæsingat, já, þannig að þegar mamman er bara hellir í fullan, þá er bara, yes, ég er orðin mamma. Gaman. En ef þú ert ekki með mömmu, og fyrir þá sem skilja ekki og hugta ekki mamma, þá er mamma einstaklingurinn sem passar upp á liðið þegar verið er að djama. Já. Það er mjög gott að vera með eina mömmu. Það er yfirleitt í hverjum hópi þá er mamma. Já. Og þegar ungarnir væplast ávart í burtu frá mömmunni, þá eru þeir bara fucked. Já. Og þurfa að redda finna nýja mömmu. Já. Stundum gerist það og verða kannski stundum fara ungarnir of langt og verða bara ljótu andar ungarnir og eru bara að rata ekki heim. Já, og eru bara einhvers staðar væplandi, út allt og brjóta og bramla og eru bara með veginn. Já. En þú ert ekki með mömmu sko, auðvitað þurfa allir bara að passa upp á sig. Já. Sko, maður á að drekka skynsamlega og sko, ég veit ekki, ég hef aldrei prófað svona breathalyzer, svona blást og svona blása og það sýnir hvað svo fóglar þú ert. Já, er fólk mikið með það með sér bara? Nei. Ég held ekki. Því sko, ég veit hvernig ég komin á mitt level. Já. Og þá stoppa ég. Já. Sumir ná ekki komast á þetta level og ég þurfti að æfa mig mikið. Já, trial and error. Já. Eitt Halloween-ball þá var ég ekki búin að finna mitt level. Nei. Og ég var svolítið vel í því og var fenginn upp á svið út að ég var í fyrsta sæti, ég bara, þessi vann og ég var bara, oh shit fer séðan út og losa. Já. Og þetta gengur rosalega illa, þannig þú kemur til mín og ég kemur þér til bjargar. Þú kemur til bjargar bara, ekkert mál Óskar, þú getur þetta. Og svo þegar ég æli þá öskra ég á sama tíma. Greinilega. Já. Þannig þú bara þurftir að peppa með ára bara, eldu núna og ég bara, já, takk. Já. Og þá leið mér miklu betur og þá varst þú mamma mín þegar ég bara já, þá á þeim tímabúndi, já, þá var ég smá mamma. En við erum ekkert mikið í mömmu hlutverkinu sko. Nei. Jú, smá stundum, það kemur fyrir. Já. En þetta eru auðvitað, maður þarf að passa sig sko. Já. Og maður á að skemmta sér fallega. Já. Maður ávist að ganga hægt fyrir gleðnadýr. Jú, það er sagt. Og Óskar minn, ert þú sko þegar þú ert að fara að hrekkjavagast, við höfum aldrei upplifað það að labba í hús og sníkja nammi. Nei, við erum að mistum það því fyrir þetta bara öskudaginn og fyrirtæki. Já, það er svipadæmi. Já. En nei, það var ekki Halloween þegar við vorum krakkar sko. Nei, en það voru eflaust einhver böll en ekki fyrir okkur ungmennin. Nei. En ég hefði vel verið til í að vera allir í búningum og banka upp á að fá nammi sko. Já. Þetta ég hef aldrei verið sko, aldrei beðum nammi að vera á hinum endanum að gefa nammi. Nei. Hefur þið langað að gefa nammi í ár? Nei. Mér finnst þetta eitthvað svo skrítið. Ég var að labba í Hagkaup áðan. Já. Og ég sá að það er ameríski dagar og svona. Já. Og ég sá svo mikið á spes hrekkjavöku nammi. Eins og eitthvað Reese's svona leðurblökur eða eitthvað. Já. Það er svona skeri nammi. Skeri nammi. Nei, svona partur af mig langaði alveg bara ætti kannski bara að skera graskeri, sitja fyrir utan og gefa nammi. Sko, ég svo sem veit ekki hvernig þetta virkar.
Nei, er það fólk sem setur graskip fyrir utan, er það bara, krakkar komiði, þetta er svo þetta er svo, mér finnst þetta eitthvað svo skrítið. koma að fá okkur nammi krakkar. Kannski vil ekki fara í bílinn minn en þið vilja fara heim til mín. Það er því að ég er með grasker. Ég minn En grasker fyrir utan. auðvitað eru krakkarnir að ferðast með foreldrum. Já, oftast. Vona ég. Já, Ég er svo sem veit það ekki. Endilega þeir sem er að hlusta að farið bara með börnin ykkar. já, það er betra sko. Það er betra. Það veit aldrei hvenær Gunnar í húsinu kemur og tekur á móti þeim sko. Já, og maður veit heldur ekki nammið, eins og sagði hann, getur verið vandamál. Já, Og síðast talaður að fólk hafa verið að setja kannski raklablöð í nammin. já, Eða, heima tilbúið nammi. já, Já, það er no-go. eitur í nammið og Já. eitthvað. Það er svolítið skeri Það sko. er svolítið skeri. Þannig að alltaf taka, bara núna er ég að ákalla foreldra, sko. Já. Taka pappaskatt. Pappaskatt. Pappaskatt eða mömmuskatt. Já. Að smakka fyrst. Já, Og það er bara góð regla. já. Það, þú ert búin að vinna inn fyrir þínu. Mm. Inn fyrir pappa eða mömmuskatt. Já. Og það er alltaf að fá einn bita af öllu. Einn Það er góð sopa, einn bita og bara til að prófa. Bara gáður þetta sé í lagi. Já. Þú veist, þetta gæti það þarf ekki nefnilega að vera eitur eða svona eitthvað svona dark, svona drepa Nei, það getur getur verið bara... verið mygla, það getur verið eitthvað skemmt, það getur verið gamalt útrunni nammi, það getur verið Laxeról í mixinu. já, það er bara ljótt, sko. Já. En það gæti verið bara eitthvað slys, ekkert endilega, erum ekki að benda á manneskjuna sem gaf nammið, hún bara gaf þetta með góðum fúsum og frjálsum vilja, bara svona engin svolítið nammi. Sett á var salt í staðin fyrir sigur. Nákvæmlega, bara smakka þetta. Það er hljómar Bara hræðilegt. hvort að þið sé í lagi. Ég held að hvaða nammi þetta að veri vinsælt í ár. Svona ef við erum að tala um heiminn tilbúið. Ég held að sé Squid Game keksi. Já, vá, já. Það er svo ógeðslega að búa til. Þetta er bara sigur, lætur að bráðna eitthvað. Og Setur svo smá matarsóta, hræðir saman, gerir þetta fluffy, kremur þetta og býr til þú eitthvað form. ætlaði að gera svo sem það mér. Já, Ég bara- er ennþá að bíða. Við þurfum sko að ég þarf græðina sko. Þú þarf Ég á engin köku fyrir. Þetta er ógeðslega auðvelt að búa þetta til, bara smá sykur, smá matarsóta, svo bara hræra og svo stimpla. Ég er ekki með stimpilin sko. Já. Er ekki stimplar í flæðin hugari? Flæðin tjóra, við hefum, jú, það er að koma núna svona bökunar sett. Ég geti bara trúið að þið fáið bráðum svona Squid Game bara ready dæmi sko. Ég held að Squid Game verði bara búningurinn í ár. Já, 100%. Ég held að það verði fáránlega margir Squid Game. Svona bleikir kallar og Bleikir kallar eða grænir Íþróttagallar. íþróttagallar. Já, Nú ætti Henson að fara að framleiða íþróttagalla já, svona græna. græna. Vá, þeim myndu mógræða sko. Hint, nei. Sko, það er bara búningurinn í ár. Ég er svo hrættur að sko, þetta verður bara... Mér finnst þetta ekki flottu búningur. Þetta er ekkert effort. Það er aðeins meira effort í hana bleikubúningunum. Þú ert að finna hana PlayStation merkið og sitja á andlitaðir. Já, Það væri samt aðeins meira impressið ef einhver myndi leika þarna dúkkuna. já, vá. Dimmalegin dúkkan. Það er svona aðeins út úr norminu, sko. Það er alveg ógislega maður. En sko, ég svo sem ef ég ætti að velja eitthvað búning, ef þú ættir að velja búning, bara ok, þér er búið að Halloween party, hvað myndi þið langa að vera? Já, Toad. Já, það er sama á síðast. Ertu ennþá fastur á því? Mér langar bara svo mikið að vera Toad einhvern tímann. Já, En fyrir utan Toad já, ennþá Super Mario búningin frá því í stekkininu minni. já, Þannig ég get alltaf vippað honum já. þegar Það er ég svona þarf- easy fix. Já. En er eitthvað svona draumabúningur? Mér langar að vera Gene Simmons í sko legit fötum. Legit fötum. Bara alvöru búningur. Alvöru búningur. Platinumskór, allt dæmi. Já, Það er það sem ég langar mjög mikið að gera. já. Hvað meira? Jú, mér dreymdi alltaf ógeðslega mikið að við erum ninjurnar úr Mortal Kombat. Bara við allir strákanir. Scorpion, Scorpion, Sub-Zero. Sub-Zero, Noob,
Það voru svo miklu fleiri. og eðlan hana Reptile. já, Já, það var einu svona ninja líka já, og svo voru búin að segja Sub-Zero. já. Allan gulur, græna blár, Mhm. fjólublár. Já, Það var alls konar. já, Alls konar allan. alls konar, já, Já. það væri rosalega gaman Skemmtilegur hópabúningur, sko. já, mér var boðið í Halloween party fyrir mörgum árum, ekki nokkrum árum síðan og ég fekk bara, ég veit alveg hvað ég á að vera ég ætlaði að vera ljón var búin að kaupa mig gard og ætlaði að gera svona ljónakraga og vera með svona ljón og svo var bara ákveða að hætta við Hættu við partíið bara? já, nei, bara að fara í partí Já, svo leiðis. við fengum óformlegt boð já, svona, komið þið bara í partí og við bara, já, við fara í partí og bara, þekkjum þess að manneski ekki neitt og ég var að fara í þetta partí og ég veit það ekki og við ákveðum að fara ekki í þetta partí Já, ég skil. en ég hefði svo smálega getað búið til búningin en ég ákveð að ekki leggja vinnuna í að búa til búning ef ég væri ekki að fara Ég skil ekki. Og náttúrulega eins og við erum búin að læra þá maður vill ekki mæta ókunnugur í partí, sko. það er alltaf ef þú ert svona þriðji liður Já, skilur einmitt. og ekki með vesen Já. það er alltaf læg Ef þú ert skemmt, í rauninni þetta er lífs lesson. já, Ef þú ert bara skemmtilegur þá er gaman í kringu þig. já, en það er bara það segir sér sjálf Það segir sér sjálf. já, Málið leist. við erum búin að ræða núna hrekkjavöku Já. og hrekkjavaka er auðvitað stórfurðulegt dæmi við vitum alla hvað það er Ég held að sé eitthvað að celebrata þá látnu. já, Eitthvað svo leis. það er rauninni hefð kem frá Írlandi eða Skotlandi tímamót Já. já, það er að koma kveðja sumarið þetta er svona já, það er að koma vetur og við erum að reyna að fagna því held ég, eða eitthvað með þannig Einmitt. og það er enginn held ég að hugsa út í það Hérna, nei. nei. Ég held að sé alveg bara afsökun til að djama og krakkan í fannami. já, það er alltaf gaman að fá nammi Það er alltaf gaman að fannami, sko. já, En hvað myndir gera ef við myndum bara taka þetta bókslega? Hvað myndir gera ef við myndum bara lenda í að sjá draug? Myndir bara labba einhver staðar og sjá draug? sko þar sem að ég er náttúrulega supernatural Óskar þá sé ég drauga alltaf dag Wow. og mér finnst bara ótrúlega þægilegt svona hafa nærveruna nálægt mér hafa þess að drauga bara hjá mér þegar ég fyrir að sofa einhver til að vaka yfir mér Einhver til að horfa á þig. já. Og það er þetta mér finnst það þægilegt nei, ég veit það ekki Óskar ég hef auðvitað, maður hefur séð skugga maður hefur séð svona eitthvað svona og svona ekki beint ég hef aldrei séð draug bara Nei, alltaf eitthvað svona to the side. já, alltaf eitthvað svona Þannig að maður er ekki alveg viss hvort maður sá eitthvað eða ekki. nei, en ég fór að hugsa í dag bara var rosalega mikið að pæla það vantar svona legit almennilegt draugahús Já, svona tígóli dæmi draughús. já. Það sem er bara þröngi gangar og fólk að leika móti og Það er eitthvað að sækja og draugahús út á Spáni eða Portugal. já, Það sem er, ég held að það sé byggt á bara svona skrimslum úr bíómyndum og svona. En það áist að vera það skeri að þegar þú ert komin út úr þessu, þetta tekur svolítið langa tíma líka að komast út úr þessu. úff Og þetta er hálfgeitt völundarhús heldur líka. já. Þannig leiður komin út þá bara færðu frítt áfengi. já, það bara gerð svo bara vel gert, þú komst út sko, ég man eftir að við fórum hann í draugahús út í Svíþjóð og ég var skítrættur í því draugahúsi Það var spooky, sko. og mér finnst samt alveg gaman Við vorum hlæjandi meira minn allan tíman. við vorum hlæjandi og hlæjandi að hvoru öðrum hlæjandi að þér brá og svo brá mér og hlæja yfir því og það vantar eitthvað svona
allan á þessum tíma Já. þar sem að hrekkja vaka ríkir og hræðsla og ótti og allt svona dularfullt. Já. En ég hef séð í Bandaríkjunum þá er fólk að búa til einn drauga og seima á sér Já, og lætur krakka og eitthvað labbi gegna það. já. Ég var til að eitthvað svona fyrirtæki, eitthvað svona sem svona, heitir eitthvað Eventus eða eitthvað, það er hljómar bara geðveitt. Ok, þetta Mér er líður hugmynd. eins og þetta sé til sko. Já, bara Eventus kynnir draugahús eða Skemmtikarinn mín gráði. já, og þar sem væri bara raunni draugar og eða veist, ekki draugar heldur bara skeri dæmi. Öllum draugum er búið að vera með. Já, velkomin í draugapartíið og hérna bara fá eitthvað vöruhús einhver staðar, bara búa til eitthvað leið, fá leiklistanema eða áhuga fólk að hræða fólk. Já. Það er pottið til áhuga fólk að hræða einhverja Algjörlega. og stressa alla upp, selja inn og hafa þetta kannski 2 helgar. Það er ekki hugmynd sko. Já, Alltaf í október. alltaf í október. Bara, já, síðust 2 í október. Eða bara alla virka daga eða síðustu 2 vikurnar í október. Ja. Bara hrekkjavöku dæmi og svona draugahús. Mér finnst það algjör snill sko. Núna bara Þeir bara, ég er bara setið þetta út, þannig að ef þið fáið hugmynd Ghost from Thousand þá bara endilega gera það. Já, bara muna að segja að Krispíkur fekk þessi hugmynd fyrst. Jöp, það kom bara eitthvað núna. Ég áta. Hann á þetta. Patent pending. Patent and pending. Já, patti pandó. Hvernig er tíminn hjá okkur? Heyrðu, ekkert spyrja svona. Ekki spyrja svona. Nei. Það er að segja þessu. Já, segð mér svo. Hefur eirt dúkkuna Róbert? Nei. Þetta er vist það skýr í saga að Hollywood vill ekki gera myndi með það. Þetta er eiginlega meira skýri heldur en Annabelle. Þetta er sem að dúkka sem var búin til árið 1940 og það var strákur sem hét, ég man ekki hvað hann hét, en hann fekk þessu dúkku og hann skýrði dúkkuna Róbert og hann þótti mjög vænt þessu dúkku. Síðan byrjar svona hlutir að brotna og svona tínast inn á heimilinu og foreldrarnir skamma strákin fyrir að vera að þessu en strákurinn bendir alltaf á dúkkuna og segir bara, dúkkan gera þetta og þau trúa honum ekki og skamma hann bara ennþá meira. Svo örlaði ríka nótt þá er bara þvílíkur háaði úr herbygginu hjá stráknum og þá er bara ákveða foreldrarnir að fara inn og þau sjá að allt herbyggi er í rúst, bara öll leikvöngin er ónýtt, rúmið er einhverstaðar annar staðar og krakkin er bara svona krjúpandi einhverstaðar að svona fela sig basically og þau spyrja hvað var í gangi og þá bendir hann aftur á dúkkuna og dúkkan situr bara svona á endanum á rúminu og horfir á foreldrana og alls konar þau náttúrulega selja húsið og einhver önnur manneski kaupir húsið og þá er dúkkan ennþá þarna og hún falin upp á háalofti, klassísk sagaskýrur og það heyrist alltaf svona barnahlátur og læti og sem sjá krakkar dúkkuna sitja í glugganum að horfa niður á strætinu og eitthvað og allir ekki er langur sögur stuttu þá er þessi dúkka núna á einhverju safni í Bandaríkjunum og er svona í einhverju glerbúri sem er búið að blessa alveg endalaust og hann kemst ekki út því að áður þá hafði hann komist alltaf út í búrinu á nóttinni fundist einhver annar staðar þannig núna er hann til sínis á þessu safni en það má ekki taka mynd á honum nema þú þarft að biðja hann sjálf Róbert, þú þarft að biðja hann leyfi að fá að taka mynd af sér því að þú gerir ekki þá annarkvort eyðileggs myndavélin eða hann setur bölvan að þig og annarkvort færðu saglegt peningavesen, lendir í bílslýsi, konan skilur við þig og allt fer bara í vesen. Já. Og fólk hefur verið að senda honum bara bréf, bara fyrirgeðu baði ekki leyfa að taka mynda þér, viltu bara please leyfa mér að hætta að taka sér bölvun af mér. Já. Þetta er magnað. Þetta er Róbert. Þetta er hann Róbert. Þetta er creepy dúkka sko. Já. Líka bara hvernig hann lítur út sko. Ég trúi því og magnað að einhver dúkka sko. Einhver svona dúkka getur gert svona. Já. Trúir þessu?
er þetta ekki bara svona maður tekur eftir einhverju hlutum, ef ég segi bara ég legg bölvun á þig og þú fer heim núna og mistir þig og þú bara, þetta er bölvunin ó nei, sendi mér svo bréf til Kristbergs fyrir gefðu Kristberg gefðu þið gerði það að leiðu mér að losna þessu bölvun já, og hvernig veit að það er búið að losna við bölvunina eða ekki nákvæmlega kannski út að senda bréfi sko er það ekki bara, þetta er bara sama dæmi og ég sagði bara daginn um markaðsfræði þú ert bara tekur að því að þú ert bara fast bara, shit, ég er með þessa bölvun maður og tekur eftir í öllum þeim hlutum sem þú ert búin að gera ránt og lenda í eða eitthvað svoleiðis að einhver dúkka ok, núna kemur Róbert og hondar mig örglega að því ég er að tala illa um Róbert og sko að einhver dúkka hafi eitthvað svona já, það er að trúa en ég held að þessi bara einhver gæi í góðu flippi bara, ég á þess að dúkku hérna bara, ég er með hugmynd bara gerum það svona og fólk borgar sig inn til að sjá þessa dúkku bara segjum eitthvað sögu eitthvað svona voða cool og það bara til að sjá dúkkuna já, gætilega verið sko en þá sem spyr ég myndir þú mæta á þess að myndir þú að taka mynd á honum í leifisleinu án þess að spyrja sko, með eitthvað ég var að get cool og dúk eitthvað nei, ég held ekki ef einhver, ég gæti alveg bara ég myndi alveg spyrja Róbert að taka mynd á hann bara til öryggis, ég nenni ekkert að lenda ykkur í vesinni ef ég veit það ekki ég er svona, ég kaupi þetta ekki alveg þetta er eins og ég fer á djammið ég er samt með skilnir ekki á mig, bara ef það skildur að spyrja já, þó að ég leit út að vera fertugur kall þá var bara ef maður veit aldrei, kannski er ekki bara og ég spurði sem skilnir ekki í vínbúðinni og mér fannst alltaf að fyndið já, það er mjög nátt síðan ég var spurði skilnir ekki þá já, prófa Vestæðin Hafnarfirði já, þeir trú ekki neinu nei, ég bara fyrst að þegar ég lendi í þessu það er ekkert langt síðan þá bara frosnaði ég hvað viltu skilur ekki hvað er skilur ekki og þarna vekk mig, ég á bara kreditkort og debitkort, jú, ökuðskírtinni hvað viltu sjá en Óskar minn ég held að þessu komið að leikslokum hjá okkur það komið að leikslokum þannig að viltu stækja wow. Ég setti maður í svona ekko það er bergmálið hér já halló já ég líka ég er Róbert er komin til að sækja þig ó nei ég veit ekkert hvað Róbert ætlar að gera sko nei hann eðalegur hluti krakkin hétt Otto, ég var að minna það núna já, krakkin sem að fekk Róbert dúkuna hétt Otto já. En það er bara komið að leikslokum hjá okkur þetta er bara búið sko þetta er búið spil allavega bara takk fyrir okkur takk fyrir að hlusta og að gera að hringja í talalokar 792-2025 fylgja okkur á Facebook 2 loðinir, fylgja okkur á Instagram 2 loðinir, fylgja okkur á YouTube 2 loðinir, við erum 2 loðinir og takk fyrir að hlusta á 2 loðina já, takk fyrir að hlusta bye